Komið nú sæl og blessuð, kæru vinir. Eða eru kannski óvinir. Ég hef engan óvinn og þannig ég get ekki verið þar. En, nei, við erum öll vinir eða ekki. Góðir vinir, jú, ég myndi nú segja það. Það er allavega viljum við vera það. En stundum erum við óskaplega miklu hlaupar í umgengni við annað fólk. Það er alltaf auðvitað hinum að kenna ef eitthvað svona fer úr skaftinu, ekki vera mér að kenna. Ég sem alltaf er stiltur og góður. Það er alltaf einhver vandamál í gangi og ég er reyndar ekkert að tala um neitt vandamáli, mér er bara datt í hug að segja þetta svona að því bara. Maður þekkir nú orðið lífið svo sem og veit að það gengur á ýmsu. En þetta er góður dagur í dag, eða ekki? Rigning og vínmaður. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þurrkinum á meðan það rignir. Og engin hætta á því að verði sinubruni. Þannig að við getum alltaf verið að skoða björtuliðarnir á öllum málum. Það er að segja ef við viljum. En við erum kannski bara mætti yfir því að það skuli rigna. Sumir missa allt bros og brúnir síga. Bara við að draga gluggatjöldin frá, eða renna þeim upp og hvað sjá þeir? Dropa sem er að leka niður rúðuna og það lístum ekki vel á. Og það er eiginlega komið svona leiðindarskjálfti í skrokkinn og að við þurfum nú ekki oft mikið til þess að hreyfast í sinni og á geði. En þetta eru þetta bara aðra rætur sem að liggja að þessu öllu saman. Þetta hefur ekkert með veður að gera. Þetta hefur ekkert með rigning að gera. Þetta hefur bara með það sem að gera sem að hvernig þú hefur byggt þið upp. Þannig að þú byggir þið upp rétt og rétt byggir þið upp í Guði. Þá má alveg rigna þess að það hreyfi neitt við þér. Þannig að ég nú það heppinn maður að ég vistu það að ég hef aldrei látið veður neitt vera að hindra mig í að bara reyna að vera glöð manneskja og mér tekst það nú yfirleitt alltaf, eins og þú veist nú sjálfur. En stundum er nú ýmislegt gert til þess að stroka þetta út. Þannig að þú þarft að vera uppi með varnirna. Ef þú verði ekki sjálfur, hver á að verja þig þá? Það er ekki tækt, þú verður að verja þig sjálfur. Nú ætla ég að hafa þetta, hérna þá get ég hort beint, eða svona uppindir það beint í myndaðilina. Það sérðu fallega andliti mitt. En þetta er einn dagurinn til viðbótar sem að Guð hefur gefið okkur. Og hann hefur örugglega eitthvað helling upp á að bjóða, eins og allir inn í dagarnir. Hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum með suma daga, ég veit það ekki. Sumir verða fyrir vonbrigðum með allt, en nei, ég hef nú aldrei verið þar og maður verður ekkert fyrir vonbrigðum með neitt vegna þess að maður er ekkert að vænta neins sérstaks. Og þannig hefur þetta blessaða líf verið hjá mér að það sem hefur þurft að gera, það hefur maður nú vanlega þurft að gera sjálfur. Já, kannski, já, ég veit það ekki. Fæ ég hjálp? Jú, örugglega. Þú ert örugglega til í það. En ég er nú svo sem ekkert mikið fyrir það að vera að banga upp á fólki og biðja hjálp. Það sem ég get ekki gert sjálfur, það bara læt ég ógert. Nú eða kaupi þjónustuna. Það er líka alveg hægt að gera það. Þannig var með bíla, ég er nú búin að eiga þetta marga bíla í gegnum tíðina, að fyrstu árin þá fór bíll frá mér aldrei í viðgerð. Aldrei á vegstæði. Og maður gerði allt sem þurfti. Nema eitthvað færi í rafmagni sem búið nú kannski sjaldan fyrir að þá náttúrulega réði maður ekki við það og þá var maður að kaupa verkstæðsþjónustu sem að hafði þetta til að mynda á dagskránni hjá sér að sinna rafmagni. En það var líka upptalið sem að ég eiginlega greiddi til verkstæðana hér áður fyrr og lengi vel.
En svo átti ég nú oft ekki bíla árum saman. Ég hef ekki alltaf verið með bíl, þó ég sé reyndar búin að vera með bíl núna alveg frá því 1995-6 eða 94 geti ég trúað. Ég bjó í Neskaupstað eins og ég er ofta að tala um. Og þar var ég alltaf bíllaus. Já, þangað til bara síðustu 2 árin, 1 árið. Þá var ég alltaf bíllaus. Og áður en ég fór þangað austur, þá var ég búinn að vera bíllaus ábyggilega í 20 ár. En svo sem sagt fæ ég mig bíl, þá er ég að fara, ég vissi nú reyndar ekkert að það væri að komið að því, en mér datt ég að fá mig bíl. Og eitthvað hálfu mánuði seinna þá fer ég, nokkru mánuði seinna þá fer ég búferðlaflutningum frá Neskaupstað og bý í nokkra mánuði á Egilsstöðum. Það var ágætt að búa á Egilsstöðum og líka ágætt að búa í Neskaupstað. En hvað var ég lengi á Egilsstöðum? Við nokkra mánuði, ég var þar í byggingavinnu, fín vinna. Og ég ætlaði mér ekkert að fara neitt þaðan. Ég ætlaði mér heldur aldrei neitt að fara frá Neskaupstað. Ég kunni vel við mig þar og það er svona mín eiginlega heimabyggð. Hafnarfjörður og Neskaupstaðir eru eiginlega mínar heimabyggðir, svona strangt til tekið. En það er ekki á allt kosið og þetta er ekki alltaf að fara eins og maður vildi helst sjálfur. Og það er ekkert að ræða þá að fara. Og það kemur flutningabíll, ég bjó niður við ána þarna, hvað heitir það þarna hverfið fyrir utan Egilsstaði? Ég man aldrei hvað þetta er. En ég bjó niður við ána og það var niður nokkuð bratta brekka að fara, ég bjó neðri hæð, leigði þetta ekki upp í íbúð. Og svo pantaði ég flutning og var að fara að ná áhyggjur af því hvernig ég ætti nú að flytja þetta þangað og hann sagði mér hafi ekki áhyggjur af því, hann myndi bara koma. Svo þegar að þessu kemur þá bakkar þessi líka svakalega bíllinn meðfram húsinu með þessa svakalega húsimaður og gám aftan í og bara alveg að dyrunum hjá mér og þannig að við bara selfluttum þetta út úr húsinu og inn í þetta rosalega gímald. Og svo horfði ég bara eftir bifreiðinni að aka upp þessa svaka bröttu brekkum og stuttrendar niður með húsinu og ég fór svo eftir honum. Ég held að reyndar ég nú ekkert ekið á eftir honum neitt en allavega ég fór á eftir honum og mér minni að ég nú að gist þarna sunnan við, eða vestan við Hornafjörð og tók þetta svona í 2 áföngum. Þetta er svolítið löng leið að fara, það reyndar ekki kannski frá Egilsstöðum, ég var þar, en ef maður fer frá Neskaupstað, þú ert alveg klukkutíma að aka frá Neskaupstað upp á Egilsstaði og ég held að það hafa nú bara flestir gert það sem allavega fóru þaðan. Þeir gistu á leiðinni. Ég skil það mjög vel og ég gerði þetta nú svona, ég gisti þarna á hóteli yfir eina nótt og ég held svo bara áfram daginn eftir. Og kom svo í Hafnarfjörð. Reyndar hafði ég var búinn að fá leigt herbyggi, ég var búinn að fá leigt herbyggi, eða nei, ég man ekki hvernig það var. Þegar ég kom í Hafnarfjörð þá var ég með klára vinnu. Það var þarna yndislegur Norðfirðingur sem var að taka við verkstjórn þar og hann vissi að ég var að fara og spurði mig hvort ég vildi ekki bara vinna þar. Jú, ég sagðist taka því bara og þannig að ég var með tryggingu á bak og brjóst til kom. Húsnæði klárt og svo atvinnuna, þannig að það var bara að ræsa sig morgunin eftir og byrja sína vinnu á nýjum stað. Það var svo sem ekki nýtt, ég hafði unnið í þýskuvinnslu árum saman á undan og ég gekk bara inn í það aftur. Að vísu var ég búinn að vera á netavegstaði þarna í Neskaupstað í 2-3 ár áður en ég flutti
og fór svo á Egilsstöðum í byggingavinnu, var þar í nokkra mánuði og svo í Hafnarfirði tók aftur við fiskvinnslan, þannig að maður fór úr einu þekktu starfi yfir í annað þekkt starf. En svo kom ég þaðan inn í kirkjuna. Ég flutti í kirkjuna sem sagt eitthvað 99, 98 held ég. Og ég er búinn að vera í kirkjunni síðan. Ég segi það, ég er búinn að vera í kirkjunni síðan. Og alfarið starfa í kirkjunni örugglega yfir 20 ár. Hugsa það. Og kirkjan er besti vinnustaður sem ég hef hingað til unnið í. Og er nóg að gera í kirkjunni? Já, ég hef allavega alltaf nóg að gera. Það hefur ekkert vantað neitt á það og en auðvitað maður svolítið mikill sjálfsins herra og þannig að þú þarft að finna þér eitthvað verkefni til að sinna og vinna og ég hef verið alltaf þannig að ég hef alltaf getað fundið mér eitthvað til að gera. Ég er nú einn af þeim. Þann ágæta kost sem ég tel vera að maður hérna talva við hliðina á mér sem ég sé ekki og ég vinn rosalega mikið á hana og byrjaði mjög fljótt að vinna á hana. Og þegar ég man eftir því þegar ég var að pæla í þessum tölvum í fyrsta skiptið, þá sér ég þetta hús, ég kunni ekkert á tölvu. Ég skoðaði mikið í búðunum og velti fyrir mér, veit maður eitthvað nú nota þetta? Og þar var mús, og ég man alltaf eftir þessu. Og svo reki ég mig í músan, það færðist músin maður, færðist örina það. Já, það er svona sem maður fær örina, já. Þetta var það fyrsta sem ég lærði á tölvu. Þannig að það kemur allt. Svo var ég nú með lúxuskennara til að byrja með sem setti mig inn í þetta allt. Og svo bara tók ég við sjálfur. En ég nefni það að ég fekk ágætis grunn. Það var alltaf að segja bara eins og þetta er. Það hefði verið miklu flóknar og erfiðar að fara í þetta ef ég hefði ekki haft þennan grunn. Og það voru bara góðir menn sem maður var í kringum á þeim tíma sem settu mig inn í þennan grunn. Og gerði mann eiginlega kláran í að bara taka við og ég gerði það, tók bara við. Og núna held ég að ég sé alveg ágætlega fær að bjarga mér á tölvu. Ég geri allt sem ég geri á tölvu eins og sjálfsagt flestir aðrir gera. Því að talvan, það er hvort maður fljótt að hún er ekkert eitthvað eitt. Hún er eiginlega allt sem þú þarft. Þú nú séð eitthvað af þessum myndböndum mínum, en ekki, þú mútt ást hverju og einu. Já, ég sé það bara á þér. Þetta er allt saman gert í tölvu. Þetta er unnið í tölvu og það er náttúrulega svolítið búnað við þetta því að ef þú vilt vera með gæði einhver og það, ég vill alltaf vera með gæði. Þá kaupir þú þér ekkert af einu með nódýrustu tegunda upptökuvél sem þú finnur. Nei, þú veist, hefur lært að eftir því sem að vélin er betri, þá kostar hún meira og gæðin fylgja svolítið verðinu. En ég er með svolítið mikil gæði en ég get fengið í töluvert betri vélar en þetta en maður náttúrulega verður að gæta hófs í þessu og ef maður væri til að mynda í sjónvarpsviðgerð upptökum einhvern svoleið þá líklega yrði ég að fá mér svolítið betri vél. Og með þessar vélar sem þú sér þessar sjónvarpsmenn með þær eru svona stærri en þessi og myndgæðin töluvert meiri. En þessi myndgæðin í þessari vél er mjög góð. Svo kannski sér þegar þú ert að horfa á þetta, annars er það ekki alveg að marka myndgæðin skila sér aldrei á netið vegna þess að svo að það hafi orðið alveg bylting þar að þá setur þetta ekkert beint af vélinu og inn á netið. Netið, það er kannski hægt að gera það, en netið, til og með YouTube sem allir nota, sýnist mér, að það er með eitthvað búnað
þjappar þetta niður í það sem að þeir vilja fá það í. Þannig að þú ert aldrei að sjá 100% gæði, myndgæði á netinu. En þau hafa lagast alveg stórkostlega mikið og maður er ekkert að horfa á neitt nema skýrar myndir þar. En þegar ég var að byrja í þessu fyrir þetta, hvað á 30 árum, þá voru myndgæðin ekki góð. Og maður var að byrjaði náttúrulega að nota þetta bara í þeim gæðum sem þá var. Og maður var að þjappa þetta allt saman niður töluvert mikið, minnka fælinn, og maður náttúrulega hefði ekki þurft að eyðileggja þessar myndir en maður gerði það vegna þess að maður tók ekki afrit af gæðunum sjálfum. Maður þjappaði bara kubbinn sem maður var með og svo var hann bara sem var til var, nema einhverju litlu leyti var maður með fælana í fullum gæðum. Svo þegar þú ferð út í þessa sálma þá skaltu gæta einn á að vera með svona grunninn góðan og þú getur bara farið þér bara flakkara og nú flakkara óður, svo hefur þetta bara þar. Þetta tekur náttúrulega allt saman sitt pláss. Maður gerir þetta svolítið núna, maður er með þetta á svo göllum flökkurum og ef maður vill, maður gerir það nú kannski ekkert oft, þá getur maður búið til efni alveg í fullum gæðum, en þá náttúrulega ef þú ætlar að nota netið, þá þarftu samt að þjappa það. Þú þarftu að þjappa þetta svolítið mikið, þannig að megagigabætið, eða veist, ég er ekki gigabæt, já, það fer kannski niður í svona, ja, ég veit reyndar ekki hvað það fer mikið niður, þú ert búin að þjappa niður í það form sem að þarf, það fer kannski 200 megabæt. Ég veistu, ég hef aldrei pælt neitt í því. En allavega ég veit að ég er ekki að fara inn með þessi gæði sem að vélinn er að taka og þau eru mjög góð. Þannig að þú ert aldrei að horfa á upprunalegu gæðin ef þú ert að horfa á vídeó eða á netið. En eins og ég vil líka að segja þá hafa orðið stórfelldar framfarir þar, eðlilega. Það er alltaf verið að gera kröfur meiri gæði. En samt er það þannig, þú veist að því, það sér þetta kannski enginn, að þú ert með miklu minni fælinn sem að fer inn á netið, endar það, heldur þú ert með kannski flakkaranum þínum. Það munar kannski alveg fullt af gigabætum, muninu þarna á milli. En þetta er það sem að þeir gera sem eru með þessa aðstöðu að bjóða þetta og mér hefur alltaf fundist stórfenglegt að skuli vera hægt að nota svona merkilegar miðil eins og YouTube og það kostar ekki neitt, það hefur mér alltaf fundist áhugavert að vera með og ég veit ekki hvernig ég reka sig, allir reki sig ekki á auglýsingum, ég rekna nú með því en það hefur aldrei borið á neinum auglýsingum á efni frá mér og ég er kannski bara svo leiðilegur með vilja ekki auglýsa á mér og það er bara flott. Þá ætla ég bara að vera áfram leiðilegur. En hvað það? Það eru margir möguleikar í dag. Svakalega margir möguleikar. Og það eru svakalega margir menn og konur að nota þetta. Ég veit svo sem ekkert hvernig menn eru að nota þetta, en ég veit bara hvernig ég nota þetta. Ég nota þetta mest undir svona efni. En þó hef ég tekið mig taki á hverju ári núna í allmörg ár og núna er ég til dæmis með kláran sjómannaþátt sem fer í loftið bara á sjómannadag. Og nú með hvað allir hann sé, þetta sé ekki búin að vera við það í 15 ár, ég geti trúið það, ég man bara ekki hvernig ég byrja á því, kannski eru komið 20 ár sem maður var að byrja á þessu fyrst. En það var líka þar, þegar maður var að byrja í þessu, þá gekk ekki annað en að þjappa þeim vel saman, þannig að fyrstu þættirnir voru ekki líkt í eins skýrir eins og þættirnir sem við erum að sýna núna. Þannig að við erum öll í gæðunum, bæði hljóðgæðunum og talgæðunum og myndgæðunum
Og þetta bara, ef þú ætlar að gera þetta af ykkur viti, þá bara verður að gera þetta svona. Það nú bara þannig. Svo fyrir utan það að það var alltaf skemmtilegra að ganga vel frá þessu. Og ef þú ætlar að ganga vel frá þessu, þá verður þú væni minn að gera bara það sem þarf. Þú ert með til að mynda góðan hljóðnema, þessir ágættur. Og þú ert með góða upptökuvél. Og svo ertu með nógu öfluga tölvu til að vinna þetta. Þú getur ekki deila unnið þetta, ekki nú hafið alveg bara nógan tíma, að neinu svona gagni nema talvan sé öflug. Þessar fartölvur, ódýru fartölvur, þú getur svo sem alveg gert þetta í þeim, en þetta er ekkert lag á því vegna þess að það eru svo svakalega seinar maður. Þannig að það er ekki svona ráð sem maður getur gefið mönnum ef þeir ætla að gera þetta, en það er alveg hægt að nota þetta ef mann hefur alveg nógan tíma og allt saman það. Það var ekkert mál að nota þetta. En við erum nú einu sinni þannig fólk að við kunnum nú betur við að svolítið hraða, aðeins meiri hraða. Og þá verðum við bara að kaupa þau tæki sem þurfa og gilda og gagnast. Þannig að ódýrasta leiðin í þessu, hún er svo sem alveg til, en hún er ekki gerð upp á neitt hraða. Ef þú hefur nógan tími sem vorum að tala og þolinmóð manneskja eins og ég veit og verð, að þá ertu, ég lagi með það, en þú ætlar að fara að gera eitthvað meira, þá viltu fara að bæta við kraftin. Þú þarft að fara að klippa og einn hálftími er orðin 500 klippur. Þær eru það nú kannski ekki svona margar, en það geta verið mjög margar klippur. Þá þarftu svolítið kraft. Þetta er allt svona eitthvað sem maður þarf að vita og pæla í og átta sig á. Þannig að tölva er ekki sama og kvikmyndavél er tvennt ólíkt. Þetta fer allt bara eftir gæðunum. En hérna hef ég ekki að segja þetta gott og við gerum eitthvað meira örugglega seinna.